Já. það komið í gang? Þetta komið í gang. Komið í gang. Þá bara... Ég þarf að fá mér bara kaffi og svona. Viljið þið kaffi? Nei, Drekk ekki kaffi, nei, ég er góður. Píratar. Yes. Ég er engin kaffi. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go! Taka smá intro þá. Bara Björn veit ég, þingmaður Pírata. Velkomin í Pírata spjallið. Umræðu efnið er stóra mál okkar tíma, loftslagsmál, og það sem er sérstakt við loftslagsvandan er að hann er samtímavandi og framtíðarvandi. Loftslagsbreytingar eru vandamál í dag af því að núverandi magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu mun valda gríðarlegum skaða fyrir samfélagsmanna og vandamál framtíðarinnar af því að við erum ekkert að ná að leysa þetta vandamál á næstu árum sem þýðir að skaðinn til framtíðar verður enn meiri. Til þess að ræða þetta gríðarlega stóra og alvarlega vandamál hefur fengið forseta stúdendaráðs Háskóla Íslands, Elísabetu Brynjarsdóttur, sem kemur hérna fyrir hönd LÍS, eða Landssamtaka íslenskra stúdenta, til þess að fræða okkur málið. Stöðu þess, aðgerðir og svona til þess að leysa vandamálið og framtíðina. Velkomin Elísabet. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að koma að ræða við mig. Við byrjum aðeins á ástæðinu fyrir því að ég vildi að fá að ræða við ykkur hjá LÍS, en það er einmitt mótmælin sem hafa verið á hverjum föstudegi undanfarnar 3 vikur núna. Og bara hvað getur þú sagt mér þessi mótmæli og út af hvað ganga þið? Já, það er kannski svona smá forsaga með þessum í rauninni verkföllum, við viljum kalla það verkfall því að skólakrakkar eru að fara í verkföll fyrir loftslagið, en svona ef ég byrja bara alveg á byrjuninni þá var það hún Greta Thunberg sem er sænsk stelpa sem er í dag 16 ára gömul. Hún ákvað fyrir 30 vikum síðan að hún hafði bara í raun fengið nóg af aðgerðaleysi stjórnvalda varðandi loftslagskrísuna í heiminum í dag og hún tók sér til og skrópaði í skólan á föstudegi og fór fyrir utan þinghúsið í sínum bæ, ég man nú ekki nákvæmlega hvaða bæ hún frá, en hún fór allavega þannig fyrir utan þinghúsið hjá sér með skilti sem sagði á sænsku, nú er ég ekki með góðan framburð, en School Strike for Climate Dead eða eitthvað, sem bara þýðist sem bara verkfall fyrir loftslagið. Og hún satt þar ein til að byrja með og svo bara hélt hún þessu áfram, fór á hverjum einasta föstudegi, skrópaði í skólan og mætti þarna fyrir utan með skilti sitt. Til að byrja með var hún ein, en svo einhvern veginn fór hún að fá meiri og meiri athygli og fleira fólk fór í verkfall með henni og svo fór þetta að dreifast svolítið í heimsfréttinnar og þá fór boltinn svolítið að rúlla. Þegar að ég í rauninni sé hann í fyrsta skipti þá er ég að sjá hana halda ræðu með minnir á einhverju þingi hjá Sameinuðu þjóðunum eða eitthvað svoleiðis. En það er fyrst skipti sem ég sé hana COP24 líklega, eitthvað í Póllandi minnum það hafa verið. Já. Rosalega flott ræða. Ótrúlega flott ræða og hún er ótrúlega flottur ræðumaður og hún hefur sjálf talað það opinberlega, hún er með Asperger, þannig að hún er bara svona rosalega einhvern veginn yfirveguð, fókuseruð og algjör negla, er ekkert að skafa utan á hlutunum, þú veist, og ótrúlega flott og það sem er svo magna við hana, bara sama hver horfir á hana einhvern veginn, hrífst bara með henni, hún er einhvern veginn bara fæddur leiðtogi, þannig að ég sé hana fyrsta skipti þar og og það var, þú veist, ég man ekki, nóvember, október eða eitthvað, það er alveg eitthvað síðan, og hún er bara að túra Evrópu og er að halda ræður á alls konar þingum og er að ávarpa alls konar samkomur og pólitíkusa og svo eru ungmenni og bara skólabörn allstaðar í Evrópu farin að fara í verkfall með henni á föstudögum og hún hefur verið svona ferðast Evrópu til að fara í verkfall með þeim og svona og við hérna á Íslandi, ef við tökum boltan hans til Íslands, ég er sem sagt já, eins og þú sagðir hérna innganginum hjá stúdentaráði og við höfum undanfarið ár verið að skipuleikja landsþing íslenskra háskólastúdenta sem fer fram núna í lok mars í samstarfi við LÍS, sem sagt, landssamtökin sem er regnhlífar samtök fyrir alla háskóla á Íslandi og við völdum þema þar síðasta sumar sem verður sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð og við erum svolítið búin að vera að kafa ofan í þetta þema, við erum búin að vera að hitta alls konar sérfræðinga á Íslandi sem eru sérfræðingar svona í sjálfbærni og umhverfismálum og heimsmarkmiðunum og öllu svona til þess að undirbúa okkur sem best fyrir þetta og við viljum móta stefnu
fyrir ungmenn á Íslandi í þessu. Það markmið okkar á þessu landsþingi. Og á einhverjum tímapunkti sátum við á fund, ég og Elsa, sem sagt formaður Lís, og við vorum bara einhvern veginn svona nýbúin að klára fund, þar sem að við vorum bara svona ógeðslega ánægðar og sáum svona einhvern veginn fyrir okkur bara framtíðina og þessa stefnu og við ætlum einhvern veginn að nota stefnuna til að þrýsta það, en svo einhvern veginn á sama tíma hugsaðum við bara einhvern veginn svona af hverju erum við samt ekki bara að gera eitthvað núna, eða þú veist, af hverju er ekki bara eitthvað, þú veist, af hverju erum við að bíða eftir þessu landsþingi og þessari stefnu sem verður kannski, tekur ára að mynda eitthvað, veist, af hverju fyrir við ekki bara að gera eitthvað núna og þá bara einhvern veginn fór boltinn af stað og þetta bara sprakk út við tölum við alls konar fólk sem við vitum að eru svona róttækir umhverfi sinnar og svona og þá voru allir búin að pæla í þessu, þú veist að Ísland myndi hoppa með á Gretuvagnin og ég er ekki að grínast, ég held að það hafi tekið sólarhringu eða eitthvað skipuleggja fyrsta verkfallið. Þetta var bara klikka sko. Ekki auðvelt að skipuleggja svona verkfall, það var mjög vel mætt einmitt. Ótrúlega vel mætt og þetta bara kom okkur ógeðslega óvart út að þetta varð svo sjálfbært, ef ég get notað það, yfir verkfall. En þú veist, þetta varð svo sjálfbært, þú veist, það bara einhvern veginn, eins og ég segi, þetta bara sprakk út, það voru allir búin að pæla í þessu, það þurfti ekki að sannfæra neinn, þú veist, það voru allir bara hoppuðu með okkur á vagnin og bara létu þetta gerast, voru bara að dreifa orðinu og það mætti sko 400 eða eitthvað manns á fyrsta verkfallið og það voru 3500 manns búnir að gera going eða interested á fastbókar viðburði og já, þetta var bara einhvern veginn bara risastórt og við bara vissum ekki alveg hvað hann stóð okkur veðrið en þetta var bara greinilega margir búin að bíða eftir þessu. En hvernig fer þetta verkfall fram svona? Maður heyrði af skólum sem skrifa skróp á krakkana sem ákveða að mæta þegar að maður myndi áætla að þetta væri eitthvað sem að verða að nýta í kennsluna og í námið, svona sjálfbærni grunn þáttinn sem er í aðalnámskránni og bara nýta svona tækifærið í rauninni til þess að hvað maður að segja, gera betur. Já, fræða. Nýta, ekki bara endilega fræða, sko, heldur sem sagt virkja svona þennan frumkvæðiskraft sem að verðist vera í þessari hreyfingu. Núna var sem sagt, það voru meir en 10.000 börn víst í Bretlandi sem að fóru í svona verkfall, bara í febrúar. Fyrir framann sem sagt þinghúsið og núna á föstudag sem að þetta hlaðvarp kemur vist ekki út fyrir eftir verkfalli sem núna á föstudag en það vist eitthvað stærra sem svona skipulagt bara á ýmsum stöðum, það eru meir en 1000 bæir og borgir í 100 löndum sem ætla að taka þátt í þessu verkfalli á föstudag þannig að þetta ekki bara núna sem að var áður mestmegnis að Evrópu, þetta er allstaðar heiminn og hvernig horfir þetta við ykkur svo við séum tala aðeins inn í framtíðina núna þó þetta kom út ekki fyrir en eftir og hvernig lítur þetta út núna á föstudaginn? Sko, ef að ég má kannski grípa boltan fyrst með þetta skrópin og það það sko, þetta ótrúlega áhugavert út að þú veist, þetta náttúrulega risastór umræða, þú veist, hvað hafa börnum framtíð sína að segja og þú veist, ég meina þetta ekki kjósendur þú veist, þau sem starfa í embætti fyrir kjósendur hugsa kannski síst til barna, jú, það er umboðsmaður barna og svona sem á að vernda eða tala svona þeirra málstað og eitthvað en þú veist, hvaða tól og tæki hafa börn til þess að láta sig eitthvað málefni varða og þú veist, Greta bara fór í sitt eigi verkfall, þú veist, hún getur ekki farið í verkfall í vinnu eða er ekki með verkfallsrétt eða eitthvað, en hún getur skrópað í skólan. Þannig að það er svona hennar verkfall til þess að mynda þrýsting og ég held alveg svona þó að ég sé ekki að hvetja neitt til þess að skrópa almennt yfir höfuð, að þá held ég, þú veist, að í nákvæmlega þessu tilfelli að þá er þetta eina verkfæri sem börn hafa í höndunum til þess að krefjast einhverja breytinga. Og maður hefur séð alveg svona svolítið íhaldsfólk alls staðar í Evrópu vera svona gagnrýna þetta, þú veist að það sé nú vera að stuðla því að börnin sé að skrópa og missa menntun og einhvern veginn og svona pínu afvegaleiðing á þessu skiluru að það sem skiptir máli sé nú velferð barnanna og eitthvað svona. Það eru ekki hugsað börnin þegar framtíðarvandinn loftslagsmálin kemur til með að vera þeirra. Það er mjög kaldhæðnislegt. Þetta er mjög kaldhæðnislegt og þetta er ótrúlega fyndið að sjá. Maður sá svona eitthvað vott af þessu þegar við settum fyrsta verkfalli í lofti
á eitthvað svona smá Twitter, eitthvað svona, þú veist, það er nú ekki góð þróun að börn á Íslandi fara að skrópa og maður eitthvað svona, ok, þú veist, ég er til í þennan slag, út af því að þetta er, þú veist, að mínum að þetta er pínu afvegaleiðing á því, þú veist, af hverju eru börnin að gera þetta, þú veist, af hverju eru ekki að tala rót vandans, þú veist, sem er loftslagsvandamálið og aðgerðarleysi stjórnvalda og pólitíkarinnar og allra í þessu. Næsta föstudag er, sem sagt, eða næsta föstudag núna, en í framtíðinni síðasti föstudagur. Föstudagurinn 15. Já, mars. föstudaginn 15. mars. Þá verður þetta sem öðru sér snið út af því að þá verður svo kallað á ensku global strike sem við höfum þýtt sem bara í rauninni alheimsverkfall fyrir loftslagið. Og það hefur búið að búa til svona heimasíðu þar sem hægt er að skrá sína borg eða bæ eða hvað sem þú ert að mótmæla eða fara í verkfall. Og það er einmitt eins og þú segir, þá, sko, þegar ég tjekka á þessi morgun, þá voru 1400 bæjar og borgir skráðir, sko. Já, það líka síðan fréttin kom út. Einmitt, þetta bara sífellt að bætast í hópinn, sko, og einmitt nálgast 100 lönd og þetta er bara risastór hreyfing, sko, og Ísland er að taka þátt í þessu. Sem er geggjað og við erum ekki bara að gera það í Reykjavík, ég veit að Akranes ætla líka að vera með verkfall og Akureyri og mögulega fleiri, við erum svona að skoða Suðurnesin og Selfoss og ég meina verkfall, þetta þarf ekki að vera 500 manns, þú veist, það er nóg að það séu 2 sem taka sér saman, eða 1 og fara bara út á götu og skrópa. Eins og Greta gerði. Og hennar boðskapur hefur alltaf verið, þú veist, það er engin of smár til þess að hafa áhrif, þú veist. Það er einmitt áhugavert, því að við erum náttúrulega Ísland, lítið land, höfum við lítil áhrif þó að séu lítið land. Ég meina, þegar að ein byrjar að hversu mikil fyrirmynd hún varð í rauninni fyrir þessar hefingu sem hefur orðið. Getum við ekki gert eitthvað svipað? Ég meina, hvaða áhrif getur einmitt Ísland haft, hvað tækifæri höfum við á Íslandi til þess að hafa áhrif í þessum málum? Hver er svona skoðun þín á svona tækifæri með Íslands til þess að gera betur? Hvaða áhrif hefur litla röddin okkar, svona litla músin sem öskraði, bíómynd sem hefur verið gerðin? En það þarf meira heldur en bara, það gerist ekki sjálfkrafa. Nei. Þannig að er það erfiðara fyrir okkur á Íslandi þó þessi lítil, eða er það jafnvel auðveldara af því að við erum svona lítil og ég er að reyna að velta því fyrir mér hvenar og hvernig svona, við getum farið að byrja og hvað þá aðgerðum við erum að leita hvað aðgerðum er þetta verkfall að leita að hvað myndi vera svona ásættanleg viðbrögð hjá stjórnvöldum að ykkar mati og eftir hverju eru að leita þar? Þetta er náttúrulega rosa stóra vangaveltur. Það sem við höfum fyrst og fremst verið að benda á er hversu litlu fjármagni er varið í þennan málflokk samkvæmt núverandi fjármálaáætlun og samkvæmt henni er þetta 0,05% af vergri landsframleiðslu til næstu 5 ára í málflokk í fjármálaáætlunni sem heitir bara loftslagsmál. Það hafa nú einhverju pólitíkusar svona rökrætt á við mig að þetta sé nú kannski ekki alveg rétt þar sem að það eru aðrir málaflokkar sem eru kannski óbeint loftslagsmál og flokkast ekki þar undir og en allavega þá þú veist er 100% áherslan svo að það sé auki fjármagn í takti við aðgerðaáætlun sem hefur verið sett á Íslandi. Ég meina Ísland er með aðgerðaáætlun og er með plan. Drög að aðgerðaáætlun sem er ekki kostnaðarmetin og ekki áhrifametin. Algjörlega. Og ég meina, en svo áætlun er, þú veist, það er alveg margt sem á gagnrýna við henni eins og til dæmis ekki nefnt orðum hafið í henni og hafið er risastór hlutur á þessu og ég meina, þú veist, er ekki bannorðið sem enginn má segja eins og Voldemort, er það ekki hvalveiðar eða, þú veist, það er bara svona, þú veist, það er svona hellingur í þessu sem að, þú veist, er ekki verið að nálgast út af því að þetta er pólitík, skiluru, og ég meina það er búið að forgangsraða heimsmarkmiðunum fyrir Ísland og ég meina auðvitað verður maður að horfa gagnrýni á þá forgangsröðun út af að það eru pólitíkusar að forgangsraða þessu skilur og þetta eru alls konar í þessu og það er held ég svona, þú veist, þetta er fyrst og fremst krafa auki fjármagn í málaflokkin að það verður stutt betur við þessa aðgerðaáætlun, við viljum stefna að aukinni kolefnisjöfnun og við viljum stefna að bara róttækjara aðgerðum og við verum, þú veist, það sem að Greta hefur verið að benda og í rauninni við svolítið tekið upp málflutning hennar með er svo að umræðan hinga til er alltaf hvernig látum við kerfið sem við höfum sniðið núna í dag ganga áfram. Þú veist, við erum svolítið einhvern veginn að reyna að búa til hjálpardekk við þetta skrýmsli sem við erum búin að búa til. En þú veist, við viljum frekar að
umræðunar verða, þú veist, hvernig eigum við að breyta þessu skrýmsli sem við erum búin að búa til og, þú veist, halda svo áfram á réttu róli. Þannig að, þú veist, við erum ekki að tala um, sko, þú veist, hvernig getum við rafbílavætt alla og haldi bara núverandi umferð áfram. Heldur staðin kannski, hvernig getum við bara farið í almennilega aðför, en við viljum sko, þú veist, hugsa þetta, við viljum einhvern veginn ekki finna lausn á þessu vandamál sem við erum búin að búa til núna. Að taka tillit til lausna sem eru fyrir utan kassan. Já, klálega, og þú veist, einmitt ekki reyna að hjálpa skrýmslum sem við erum búin að búa til að geta lifað í nokkur ári viðbútt, heldur bara breyti þessu. En það vandamál okkar, jú, við erum tímalaus með stefnun að vera kolefnishlutlaus, en eins og ég sagði í kynningunni hérna, þá núverandi bara magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu, þannig að við myndum hætta að vera kolefnishlutlaus héðan í frá, þá núverandi staða vandamál til framtíðar. Það er uppskrift eins og hefur komist að bara uppskrift að langtíma hörmungum, bara núverandi staða, en við erum stöðugt að bæta í, þannig að það sem við þurfum að læra að verða kolefnis neikvæð í rauninni. Algjörlega. Til þess að geta allavega svona snúið eitthvað tilbaka, en ýmsar óvissur þar líka, en við vitum það allavega að núverandi ástand uppskrift að langtíma hörmungum. Þannig að og það alltaf svona, þú veist, ef ég má grípa aðeins boltan þar, þú veist, þetta líka sko, þú veist, ég held að fólk, maður ekki reyna að vera með eitthvað hræðsluvarður hérna, en þú veist, ég held að fólk áttir sig ekki á, þú veist, oft alvarleikanum út af því að þetta svona ógn sem læðist svolítið upp að okkur, þú veist, og það var svolítið skemmtileg myndlíking sem ég las á Twitter daginn, það sem þú veist, 2 mismunandi aðstæður, að það þú veist, 2 pottar á hellu, annar þú veist, með köldu vatni og kveikt á hitanum og hinn þú veist, sjóðandi og það froski, ég veit ekki á hverju froska hann notar, en þú veist, það froski kastað út í sjóðandi vatnið og það náttúrulega hrikalegt og svo froski kastað út í vatnið sem kalt og að hitna og það gerist þá bara hægt og rólega þanga til að allt bara fer til fjandans og það svolítið loftslagsvandamálið, það að lagast upp á okkur og við höfum svolítið að vera líka svo við, þú veist, börnin og unga kynslóðin nútidags allavega að saminast í þeirri afstöðu að þetta sé einn stærsta ógn við mannkynið og okkar framtíð. Ef það væri stríð, þú veist, að núna í Íslandi sem væri sjóðandi potturinn, þá myndi enginn gera þá kröfu einhvern veginn að allir einstaklingar á sínum heimilum myndi nú taka saman höndum einhvern veginn og vinna þetta stríð fyrir hönd Íslands, þú veist. Það þau bara, þú veist, bara ríki myndi setja eitthvað fordæmi, ríki myndi setja upp her, ríki myndi, þú veist, það myndi bara verið tekin einhvern veginn tekið höndu saman sem Ísland einhvern veginn og vinna þetta stríð en með loftslagsvandamálið þá einhvern veginn ábyrgðin bara á einstaklingum þú veist, við eigum öll bara að flokka, við eigum að kaupa rafbíla, við eigum að vera vegan, við eigum að gera hitt og þetta og við eigum bara að sigra þetta stríð einhvern veginn inn á okkar heimilum þegar að stóra vandamálið í rauninni mörgum öðrum að kenna. Stóra vandamálið og ég vil líka bara benda á að þetta ekki bara stjórnvöld, þetta þetta líka ábyrgur atvinnurekstur og stóriðjan og þú veist, allt það sem að enginn vill þorir einhvern veginn að nefna. Nákvæmlega, það nefnilega áhugavert vandamál því að það hefur verið upp í svipað vandamál áður að það var varandi ósónlegið og það var smá saman að eyðast upp og það náðist sem sagt samstaða aðgerðir þar á Montreal fjallaði það í greini í New York Times Magazine svo var mjög áhugaverð grein og þar var á sama tíma reynt að fá samning viðbrögð við sem sagt gróðurhúsalofttegundum, loftslagsmálunum þar en það náðist að tengja sem sagt eyðingu ósonlagsins við krabbamein það hvatti sem sagt stjórnmálamenn til aðgerða af því að fólk var með ákveðnar hræðslu gagnvart krabbameini en það skildi ekki afleiðingarnar og við hvað átt að vera rætt við stjórnmálumennir að missa völdin sín í rauninni út frá loftslagsvandamálum gróðurhúsavandamálunum og þetta vísindasamfélagið hefur verið að kalla eftir þessu núna bara í áratugi og stjórnmál hafa gert núna þessa alþjóðasamningar sem kenndir við Kyoto og París og þá samt spáin fyrir framtíðina nú hansi svört og þá velti ég fyrir mér hvað geta raddir þá unga fólksins gert til þess að ná bara meiri árangri heldur en vísindarsamfélagið og stjórnmálamenn því að það ekki eins og stjórnmálamenn hafa verið rosalega duglegir að hlusta á raddir unga fólksins hingað til hvað
hvað að bætast við? Það sem ég held að sé bara bætast við þú veist, ég einhvern veginn, kannski ég bara barnsleg í minni einfeldni, en þú veist, ég einhvern veginn neita að trúa því að fólk geti bara litið fram hjá þessari byltingu sem hefur átt í stað hjá börnum og hjá Gretu, og að þetta verði bara eitthvað svona trend í 1 mánuð og svo deyr þetta út einhvern veginn, ég einhvern veginn neita því, ég meina að það sé ekki að fara að hafa áhrif, þú veist, og þetta mun smita út frá sér, og þú veist, ég held að fullorðið fólk mun einmitt fara að taka kannski upp hanskan og málefnið einmitt svo fyrir börnin sem að veita svona mikla athygli að þessu, og þú veist, þetta ekki bara eitthvað sem börn auðvitað eiga að vera að gera, þetta auðvitað eitthvað sem við eigum öll að gera og vera að taka þátt í þessari uppreisn, og að þá getur einmitt fullorðið fólki sem ber ábyrgðina, sem eru kjósendur, sem eru í valdastöðum að taka þetta til sín, og þetta þú veist, öllum finnst þetta rosa snúið, þú veist, hvernig ég var að snúa okkur, en í rauninni finnst mér þetta ekkert persónulega mjög snúið, þetta bara pólitíkin sem flækist fyrir, út af því að, þú veist, með því að fara að breyta núverandi kerfi, þá erum við að fara að draga úr neysluhyggju, þú veist, við erum að fara að draga úr alls konar dóti sem að örugglega margir vilja ekkert endilega, þú veist, draga úr neysluhyggju, ekki gott fyrir fyrirtæki, ekki gott fyrir kapitalistan eða eitthvað, ég veit það ekki, en þú veist, þetta svona einhvern veginn eitthvað, það virðist vera eitthvað sem enginn þorir einhvern veginn að snerta, en eins og Greta, hún fór til, alltaf að tala hana Gretu mína, en hún var með tilnefnd til friðarverðlauna Nóbels bara í gær held ég, gærkvöldi, bara geggjað, en hún fór til Brussel held ég í Belgíu, minni mig að það verið þar, og ávarpaði þingið, og ég held að þessi loftslagsráðherra eða umhverfisráðherra, allavega annarkvort, hann þú veist, ávarpaði þau sérna á móti og talaði eitthvað niður til þeirra, fannst þeim sem hlustuðu á hans ávarp einhvern veginn, hann einhvern veginn svona gaf í einhvern veginn að því að þau vissu ekki alveg hvað voru að tala og þetta væri svolítið flókið fyrir þau og eitthvað svona og það búið að kalla eftir afsögn hans og hann búin að segja af sér, þú veist þannig að þetta huge, þú veist, það ekki hægt að líta fram hjá þessu. Já, en svo kemur maður yfir í hennan íslenska raunveruleika þar sem að afsagnir þó nýlegar kannski þetta að byrja, ábyrgðin er að fara að skila sér á einhvern alvarlegri hátt inn í íslensk stjórnmál og svona mótmæla verkfalla menningin er orðin mun sterkari núna eftir hrunalegu tíma laust og getur verið að sjálfsögðu bæði jákvæð og neikvæð. Ég sé allavega ekkert neikvætt við þessi umhverfisverkföll, þau fóru mjög vel fram undanfarna þrjá föstu daga og svona heitin í fólki er miklu meira á jákvæðinótunum eins og maður sér en krafan er samt alveg gríðarlega stór og það svona hvert er framhaldið svona í þessu? Hvað sjáðu þið fram á að vera í þessu lengi í þessum verkföllum? Sko, við bara sjáum í raun ekkert fyrir okkur. Við bara gerum þetta einhvern veginn, allavega við sem hefum komið að skipulagningunum, við einhvern veginn erum bara að gera þetta þangað til að gerist eitthvað og þú veist, það verður þá bara til ófyrirséð langan tíma. Við erum ekkert held ég að fara að hætta. Ég held að þetta muni bara vera til staðar þar til að það verður eitthvað almennilegt gert og ég meina við erum að setja svolítið mikið púður og fútt í þetta í 15. mars síðasta föstudag fyrir ykkur hlustendur en við erum búin að vera að setja svolítið svona skipulagningu og tíma og púður í það en það verkfall, það er global en svo veitum við ekki, þú veist, ég meina hvað kemur eftir því, þú veist, ég sendi skilabóðana Gretu og bauð henni til Íslands með Norrænu og það er svo mengandi að fljúga og sjáum hvað hún segir en ég held að þetta haldi bara áfram ég held að við verðum alla föstudag og ég bara, þú veist, mér finnst bara ég hvet alla til að mæta þó að þið sé ekki börn en síðustu verkfall það eru næstu föstudagar að verða næstu föstudagar 100% og síðustu föstudagar þá hefur þetta verið ég myndi segja 8-10% grunnskólabörn og framhaldsskólabörn sko, eða krakkar eða ungmenni sem er alltaf bara frábært og þau bara ljósta að þau eru að láta sig þetta varða þó að sé einhverjar háskóla píur sem eru að skipulegja þetta einhvern veginn, þá er þetta samt þá þurfum við ekki einu svona að hafa sambandi við þau bara mæta sko. Frábært svona aðeins svona í lokinni mitt, hvernig hafa viðbröð stjórnvalda verið við þessu og þá viðbröð skóla svona fyrir utan skrópin er eitthvað stærra samtal sem er að hefjast þar sem að gæti
fengið svona, hjálpa til við þetta eða hvernig er svona landslægið í þessu bæði stjórnvöldum og skóla samfélaginu? Við erum búin að hitta Guðmundinga umhverfisráðherra, hann Vimma, og hann tók bara útrúlega vel í þetta, hann er ekki ósammála okkur. Margt sem hann benti á og eitthvað svona, en við áttum bara ótrúlega gott samtal við hann. Við eigum vonandi fund með forsætisráðherra og fjármálaráðherra þegar krísan í dómsmálum er aflokin. Við viljum eiga fundi með stærstu stofnunum samfélagsins, eins og Háskóli Íslands og fleiri. Við viljum eiga fundi með stóriðjum, álverum, atvinnulífinu og fleira. Við höfum verið að ræða við Samfés sem er svona samkoma grunnskóla og fyrsta ári framhaldsskóla og það vil ég eiginlega svolítið svona skilja eftir í þessu podcastviðtali eða hlaðvarpi að sko samtala við þau var svo magnað út af því að þetta smittar út frá sér. Þau fóru strax að hugsa hvernig get ég breytt mínu umhverfi, hvernig get ég breytt mínum skóla, þú veist, ég sé hvað gæti gerst betur í mínum skóla. Þau eru strax farin að hugsa sitt umhverfi sem að er bara byltingin einhvern veginn að smittast áfram og þetta verkfall er komið til að vera allavega hingað til og áfram næstu föstudaga og ég bara vonast til að fleiri og fleiri fara að sjá einmitt hvað þú geta gert. Þetta þarf ekki að vera flókið, þú getur bara óskað eftir fundi með skólastjórnum þínum og rætt við hann hvað þú myndir vilja sjá gert í umhverfismálum í þinni stofnun eða þú getur verið dóttir einhvers sem að er forstöðumaður lífeyrissjóðs og beðið pabba þinn að fjárfesta ekki í kólafyrirtæki eða eitthvað. Þú getur, spurt foreldræna hver eru gildi þín og hvernig ætlar þú að standa við gildi þín. Þú getur bara, einmitt eins og ég segi, það er engin of smár til þess að hafa áhrif. Þetta mun smita áfram út frá sér. Þetta er bylting og ég held að hún muni smitast bara áfram út og breyta bara svolítið samfélaginu. Ég bara vona það og bara þakka þér kærlega fyrir þessi orð því að og gangi ykkur bara vel. Takk hérlega. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time.